Crazy Bastard, klukkan orðin 4 á þessum þriðjudegi 1. október og FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan mánuð. Og eins og þið heyrið að þá Crazy Bastard komin á fónin sem þýðir að Sveppi Krullis eftir þetta móti með eftir velkomin Sverrir Þór Sverrisson. Haltu í kjafti! Já, það er farið beint í flip. Hvernig ertu þennan þriðjudaginn? Léttan sjálfur. Já, það er bara þannig. Nei, það er léttið við mér. Já, ég heyri það. Já. Eins og alltaf. Alltaf léttið við kallinum maður. Já. Núna maður á leiðinni að gera velvísi í mat og drikk. Nú? Fyrsti. Já, ok. Nei, þú ert nú ekki típan sem fer í svona meistaramánuð. Nei, þetta er ekki. Þú þolir ekki, varst ekki að segja mig daginn að fara ekkert meir í töðunar en... Að tala heilsu. Já. Jú, en meistaramánuður svo mikið annað. Nú? Mikið meira annað, sko. Hvað er mikið meira annað? Nú, það til dæmis hægt að heimsækja ömmu sína oftar. Já, það er þetta góða punktur. Það er eitthvað sem herðu. Þarna er þetta bara komið gott mig. Bara að hitta og afa oftar í mánuðinum. Já, það myndi nú ekki drepa þig, sko. Nei, það er mjög sniðund. Já, líka, þau er nú kannski ekkert mikið eftir hjónin hjá þér. Nú, hvað meinar? Nei, hvað er gömul? Já, þau eru toppaldri maður. Þau eru á toppaldri? Nei, ég er nú ekkert mikið verið meistaramánuð en ég man þegar ég var að vinna í Hagkaup. Já. Það er að kom fyrsti, þegar ég var að vinna í Hagkaup í Kringlunni. Já. Alltaf fyrsta, hvers mánaðar, þá fórum við og fengum okkur Subway. Já, ég átti nú líka, við fórum alltaf á Pizza Hut. Ég og Bösterinn, þegar hann bjóð heima. Þá sleppti maður mötuneytunni í Hagkaup. Já. Fór að Subway. Það er líka einhvern veginn alltaf bara, fyrsti hvers mánaðar, það er einhvern veginn bara alltaf ný tækifæri og alltaf gerast. 1. október, september, búinn. Já. Og ég meina, ekki allir mánuðir að vera meistaramánuðir. Jú. Það er ekki bara. En það er hérna... Það er kannski ekki dillast. En þú ætlar ekkert eitthvað að setja þér einhver markmið eða? Nei. Ég var eitthvað að hugsa. Varst að spáði að taka ræktin eitthvað? Já. Ég náði alltaf að spáði það, sko. Já. En ég nenni samt ekki að fara að gera eitthvað í því, sko. Þetta er það sem við höfum rætt, sko. Það þýðir ekki að vera meistari í mánuð, sko. Nei, það er glata. Ef þú ætlar að fara í ræktina, þá þarf það að gera það lífstíl. Já. Og maður tilbúin til þess að umbreyta lífi sínu þannig. Þú er nú reynd á nokkur sem að gera það lífstíl. Já, og reynda alls konar shit. Og það er oft tekist þér. Já. Þannig sé, þú ert enga stund að taka þetta aðeins þegar þú byrjar. Nei. En svo ertu komin í pizza og koktelsósu og... Hrásalat. Og hrásalat, uppaldið þitt. Ég ætti að gera það í kvöld. Panta Dominos, fá mig koktelsósu og bónus hrásalat. Þú setur það á Dominos pizzu. Dominos pizza einu og sér fyrir mér, er það góð? Ég þarf ekki að vera að setja koktelsósu og hrásalat á hana. Nei, prófa það. Nú er þetta svona ógæslega gott. Það er líka, sko. Það er málið. Og ég langar þetta í pizzun. Ég má ekki bara tala um pizza. Ég tek sko pizzu. Og treður henni ofan í. Og hérna smýra hana með kottsósu. Það hann að sjáast bara eins og ég sé að smyrja brauð. Og svo er ég með hrásalat með, sko. En það, veistu að ég get sagt að það er mjög langt síðan ég gerði þetta. Já, ok. Ég leyfi engum að sjá þetta þegar ég er að þessu. En þú vilt vera einn? Já. Þetta er í þau skipti ef að konan fer með börnin upp í sumarbústað og ég er eitthvað einn heima, er að vinna eða eitthvað svona kjaftaði. Já. Þá ger ég þetta. En ég veist, ef það kemur koktelsós á borðið, þegar það er, í fyrsta lagi sko pöntum við sjaldan pítsu, við búum hann alltaf til. Já, heima tilbúin pítsa er líka óslega góð. Já, neðislega sko, en hérna, þegar við pöntum, ég tek aldrei fram koktelsós, ég vil ekki leyfa börnunum mínum að sjá þetta sko. Nei, ég skilji. Bara pappi, hvað þið gera? Hei, ég er ógíslegur. Góðum við kotsósuna, megum við fá? Nei, við erum eins og ég, lítill og feitur og ógíslegur. Bara pappi má fá hrásalat, bónus hrásalat, ekki þið, annars verður þið ógísleg. Þannig að þú sleppi þegar það er. Já, ég dreg bara fyrir þegar ég er einn og... Já, það er rólegur, bara þú setja eitthvað gardínubetta þó að fá þér koktelsós og hrásalat á pizzuna hérna. Ég vil bara... Ég lít svona á þetta eins og þegar ég er að kúka. Ég vil að enginn sé að fylgjast með þessu. Þið líður vel og vilt bara vera einn. Já, vil bara loka ekstra að mér og gera þetta bara eins og ég ger þetta. Já, glæsilegt. Frábæra þáttandekur í dag. Kæru hlustendur, við ætlum að reyna að selja skrýtna hluti hér á eftir sem er nýdagskrárliður hérna hjá okkur á þriðjudögum. Sturla staðreyndir er á sínum stað ásamt föstu liðum. Við fáum góðan gest hérna rétt á eftir. Það er hann Jón Jónsson. Tónlistarmaður og fótboltamaður, tímabili búi á honum hjá FH og það er svona drengur sem er alltaf gaman að fá heimsókn, Jón Jónsson.
sem hefum að ræða líka við hann gott talent. Hann dómari þar og talandi gott talent. Ef þú eru stödd í Borgarnesi núna, þá að gera að drífa sig og sína hvað í ykkur býr. Það sem sagt áverðanpröfu fyrir gott talent í Borgarnesi í dag. Einhver með viti í Borgarnesi? Já, ég var nú að spila með Skallagrím á sínum tíma og það var fullt af hæfileikar ykkur fólki þarna. Þannig að ég vona að flestir mæti og síni hæfileika sinna. Voru bara leikmenn Skallagríms bara hjólandum á einhjóli og bara að djögla í ísbjarnabúningi? Já, svo fórstu bara í hittun og þá var starfsfólkið þar að spila tennurnar á sér og bara djögla litlum kettlingum. Þetta bara eitt sirkus. Ég get það. Já, þú reyndar við eigum það sameiginlegt að við hefðum báðir pottet skráð okkur í þetta. Á sínum tíma, ef við værum ekki að fá útrást fyrir athygli okkar, athygli síki okkar með svona. Ef við varum 18 ára þá myndi ég bara, þó svo ég var ekki að taka þátt, ég myndi bara koma og hlaupa á tippinu fram í rauðinni. Ég sakna stundu 70, það orðið allt og langt sinni ég sá þér hlaupum á tippinu. Einmitt, fyrir fram að fullt á. Ég fæ aldrei leið það. Með þennan slétta, rísa, stóra, hvíta rastinn, hann alltaf að fyndin. Tekur engan enda. Má ég sé, hvar byrja bakið og hvar enda rassinn? Getur Jóhann spurðið þig svona því? Já. Mástu þarf að spurði það því bara frá hjartan á hótelherbyggja, hvar enda rassinn á þér? Já, hvar byrjar bakið á þér? Hann hefur einu sinni áttu við alveg stórkostlega stund á hótelherbyggi, ég og Pétur. Þar sem ég stóð nakinn og hann var svona að skoða mig allan. Fríkað út eitt maður. Hér Miley Cyrus. Don't you ever say I just walked away, I will always want you. 5-7 með ykkur hér á þessum yndislega þriðju degi. Það er 1. október ef það hefur ekki farið fram hjá neinum. Hvernig mætti þetta lag hjá Miley? Miley Cyrus. Finnst þetta flott lag? Wrecking Ball. I came in here like... Er þetta sem hún var nakin á kúlunni? Já, í Sleik og sleikju. Já, frábært. Þetta er lag sem að venst einhvern veginn. Þetta er lélegt en það venst. Já, frábært. Eitt af þeim lögum. En ef hún er í slúðri þá skalla ég mig. Ég ætla að mynda að byrja að slúðrið á Miley Cyrus. Ég er reiður núna. Það er búið að ganga svo kjaftasaga hún sé ólétt. Það er ekki drullu saman. Hún hlæra því og sagði núna í viðtali hún var í ykkur útvarpsviðtali núna og sagði þetta væri mesta kjaftasaga sem hún hafði heyrt, hún væri ekki ólétt, þetta var enda komið út allt og pappinnar mér sendið henni víst SMS, spyrir hann hvort það væri eitthvað til í þessu. Hringir maður ekki þegar að kemur svona? Já, en býttu nú við. Nú skulum við aðeins hvernig veist þú að pappi Miley Cyrus hafi sendt henni SMS? Því hún sagði það viðtalinu við útvarpsmanninn að mér þess að pappi sendi mér SMS og spyrir hvort það væri eitthvað til í þessu. Að kjafta þér? Þannig veit ég það. Hvað, Þannig að hún er ekki ólétt og bara sem betur fer fyrir verðandi barn. Nei, okkur. Hún er bara engan veginn tilbúin að verða mamma. Maður er aldrei tilbúin. Nei, en hún er þegar þú ert í sleik við sleggjum í myndbönduninu, þá er það svona aðeins... Veistu það, mér finnst þú að gera allt og mikið úr þessu sleik við sleggjum. Þetta er bara eitthvað kjánalasta sem ég sé það. Já, ég meina, pældi ef að fólk væri alltaf bara að tala eitthvað atriði með þér í 70 mínútur sem að væri eitthvað svona, shit, maður auðvitað gerir þetta og veistu, er að hneykslast. Svo heldur maður bara áfram í lífið og er bara að vasast. Þetta er bara eitthvað myndband við eitthvað lag. Já, svo er hún líka bara, hún situr allsbyr hérna á kúlinu eitthvað. Ekki það, ég er ekkert að dæma hana. Dæma hana? Ég held hún sé bara ekki tilbúin að vera mamma. Þú er búin að dæma, hún gæti kært þig. Ég er samt ekki að Miley heitar, langt í fránafla, mér finnst hún hæfileikarík. Þú talar það hérna í hverjum einasta þætti bara Miley Cyrus með allt niður sig og Miley Cyrus þetta og Miley Cyrus sitt og það er eitthvað... Mér finnst hún bara að vera að haga sér skringilega. Eins og hún sé bara að fá nervus breakdown, mér finnst eins og hún sé að tapa sér. Nei, hvað veist þú það maður? Ég veit það ekki, ég held. Þetta er að halda svo uppi, ég er ekki að segja hún sé að... Já, en þú sérð bara vídeóin og eitthvað sem þú veist ekkert hvað hann er að gera nákvæmlega núna. Nei, kannski er hún bara að róla heima á sér. Kaffibói hjá mömmu sinni að hlæja þessu öllu saman. Vonandi. Hætt að dæma hana. Já, hún var að monta sig á einhverjum eiturlegum eitthvað svona, ég þoli ekki svoleiðis viðbjóð. Og veist það sjálfur. Hvað var hann að monta sig af? Hvað hún elskaði að reykja gras og að Molly var í topp, þetta er bara, ég þoli ekki svona, þess vegna fer hún pínu tautunum við núna, en hún er hæfileikarík og ég gefin það, við skal hætta að dæma hana. Svo er það Jodie Foster, hún er komið nýja kærustu. Akkur þarf þetta að vera alltaf að dæma Jodie? Af því hún er lessa, nei, eitthvað rugglað. Hún er komið nýja kærustu og... Jodie Foster? Já,
sem væri nú ekki frásögu færandi nema þetta the photographer Alexandra Hedison sem fyrrverandi kærasta Ellen DeGeneres. Þannig að þetta svona einhverjar celeb blessur, eða hvernig Já, segðu bara. Ok, hún allavega var með Ellen DeGeneres og núna byrjuð með Jodie Foster og það eru víst ástofnar. Og þetta sem sagt konan sem Ellen DeGeneres var með rétt áður hún byrjaði með henni Portia de Rossi. Veistu það, ég sverða, ég vissi ekki að Jodie Foster væri í það samkynni. Í alveg? Nei. Ég hef alltaf vitað það. Það var eitthvað rosa feimnismál hjá hann í gamla dag, ég held að það sé ekkert lengur. Þannig að ég held að þú vissi það. Ég vissi það ekki, sko. Já, hún í. Það kemur mér svolítið spánstur í sjónir. Það bara þannig. En mér finnst þetta frábært hjá henni. Já, okkur. Ég líka lesbía. Erst þú? Já. Elska konur. Ég líka. Þessi var góður. Báður lesbíski, þessi var alveg frábært. Svo ætla ég að henda á Sharon Osbourne. En hún var vist mjög nálægt í að skilja við Ozzy Osbourne núna daginn. Hún sagði að kottnið sem fylgdi mælinn, það var komið, en hún ákvað samt svona að gefa honum sér bara því að hún hefur áhyggjur hvað verður hann ef hún ekki kringum greið, hún bara búin að koma sér í eitthvað víti þarna. Já, þú veist, elskar henni, það ég fór einmitt að hugsa, veist, bara hvaða kott fyllir mælinn líka núna. Hvað hann ekki Hvað þarf hann að gera til þess að Ég bara sveimi þá. Ég held að hún sé búin að gangi gegnum allt með þessu manni. Já, veistu, þetta þyrfti að vera eitthvað svona, hún þyrfti að labba inn í svefnaherbyggi og hann væri bara búinn að setja leðurgrímu á svín og væri að reyna að sofa hjá því. Já. Það væri svona, nei, Ásí, nú þetta komið. This is it. Já. This is the drop that fills the mailer. Akkur leðurgrímu á svín? Ég veit ekki, það er bara eitthvað svo absúrt, sko. Já, reyndar. Eða svína, já, veist, það er endalaust þetta vasast. Já, það er hægt að fylla. En hann er svo geðugur, hann var bara skerandi, veist, hausinn á hænum og tónleikum. Já, bara geta leðurblökur og eitthvað, sko. Snar geðugur. En hann er orðin edru afturkallinn, þannig að það er jákvætt. Og óskuði þeim allsins besta. Já, en það er nú ofta hann, með þetta edru lið, sko, það er samt ofta allt með lóðrétt niður sig, sko. Kannski verður hann geðveitt duglegur í edrumánuðinum, í meistaramánuðinum, Ozzy. Talandi um edru lið, hann steytist í Jón Jónsson. Hann er rétt á mættur, eða rétt á kominu, við ætlum að fá fyrst auglýsingar. FM 957 kynni Happy New Year About Time I love your eyes Nýjasta mynd Richard Curtis, leikstjóra Love Actually og handritshöfund Notting Hill og British Jón Style. You can travel in time Frábær rómantísk gamanmynd með Rachel McAdams og Notebook í aðalhlutverki. Never bring a present smaller than the child FM 957 býður á sérstaka forsýningu 5. 3. október. Oh, shut up, you smug Fylgstu með á FM 957 og þú gætur unni miða. About Time frumsýnd 4. október í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Stöð 2 kynnir með stolti glæsilegustu vetrardagskrá frá upphafi. Fleiri og fjölbreyttari íslenskir þættir en nokkru sinni fyrr. Við lofum góðum íslenskum vetri. 6 íslenskar sjónvarpsstöðvar og tónlist.is fyrir aðeins 7.990 krónur á mánuði. Stöð 2. Margfalt skemmtilegri. Draumurinn er fundinn. Hann er á hamborgarafabrikunni. 140 gramma steikarborgari úr íslenskri nautalund með truflubernasósu til hliðar. Stebbi, slagur, við erum búin að finna hann. Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi Reykjavík og Hótel Kea Akureyri. Þú ert ekki út í kuldanum á bensínstöðum Shell. Njóttu blíðunar inni á meðan starfsmaður á plani tékkar á olíu, rúðuvökva, rúðuþurrkum og fyllir á tankinn en þú greiðir sama verð og í sjálfsafgreiðslu. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka.
Spyralista hér á FM 95 Blö. Auðun Blöndal og Sverrir Þór Sverrisson með ykkur til 6 í dag. En við erum konum með góðan gest hingað í stúdíóið. Hann fótboltamaður, hann söngvari, hann núna dómari í Ísland Got Talent og heitir Jón Jónsson. Varstu velkominn, Gianni boy? What's up? Hvað segir John Johnson þennan þriðjudaginn? Hvað, eru við til 6 í dag? 6 í dag, já, þetta skemmtilegt. Við erum til 6 í alla daga. Þessi þáttur er til 6 í. Hvernig ertu þið, gamli? Heyrðu. Þú ert reyndar, það bara, þú ert þannig típa, þú ert alltaf góður, eða ekki? Man hittir þig ekki gott fúlan, held ég. Nei. Ekki nema þegar þú ert að spila fótbolta, þú ert alltaf brjálaður þá. Já, þá ertu reyndar svona pínu pirraður. Já, það gerist, já, það kemur fyrir. Er það þar sem hún fær útrás fyrir gremjuna? Ég held það, þess vegna, ég er samt alveg pælt í bara, ok, ég væri ekki fótbolta. Þá væri ég örugglega klukkan 6 niður í bæ, bara eitthvað að brjóta bjórflöskur á einhverjum gaurum eða eitthvað, skilur. Já, þú fengir ekki svo útrásninglega. Já. Ég sá þér þetta eftir valsleikin, þá sá ég svona reiðan, þá kom eitthvað á miðjuna. Ég bara svona, shit, vá, ég held ég aldrei sé að reiðan á það. Það var sem fyndið að, þú veist, meira þess að Hafdís kærasta mín var eitthvað, fyndið, þú veist, að ég sé þið aldrei svona, skilur. Hún eitthvað orða fréttina. Já, hún náttúrulega gerir það ekki. Nei, hún horfði samt á fréttina. Hún horfði á þennan fréttatíma. Já. En hún er hvað, hún er 15 ára, ekki? Jú. Já, þeir eru búin að vera saman í 6 ár, það er skrítið í þessu öllu saman. Það var svolítið fyndið, ég var að nefnilega ná í frænda minn á leikskóla og sá þessa stelpu. Já, sko. Nei. Yndisleg. En það er ekki nýbakaði faðir, við erum skættir angi með það einn í þettinum. Þú sást hann á hann? Ég sá Junior, hann heitir Jón Jónsson líka? Já, Jón Tryggvi, já. Já, þetta er rosalega frumlegt hjá okkur. Ég er mjög frumlegur. Hvað heitir hann Jón Jónsson? Sko, ef einhver ætla að halda þig fram að ég sé einhvern tíma frumlegur, þá er það bara ekki hægt, skilur. Ég syng náttúrulega bara um ástina og skýri son minn Jón. Skýrður hann Jón? Já, Jón Tryggvi. Jón Tryggvi Jónsson? Já. Hvað er það? Jón Jónsson Tunu, vá, getur ekki reynd að fel alltaf hann hengst þetta? Hann er gestur þetta hjá okkur, sko. Hvað ætti ég að skýra? Hvað átti ég að skýra? Við lifum á tímum þar sem þú mátt skýra, líka við skilur bara Kristall Einarsson. Annarkvort þetta eða Þröstur Leó. Þröstur Leó Jónsson. Já, þetta er mjög gott. Þú getur nú ekki verið að segja neitt Sverrir, þú heitir Sverrir Sverrisson sjálfur, sko. Ég veit það, mér finnst það alveg út í hött. Heita Sam og pappi. Það er fáránlegt. Þá myndi ég heita Kristján Kristjánsson. Já. Það var reyndar svolítið töf. KK. Kristján Karl Kristjánsson, það var ennþá betra. KKK.is. Nei, ég er á móti hérna svona skýri í höfuð á sjálfum sér. Já, þetta er náttúrulega samt í höfuð á pappa mínu, skilur við. Sem heitir, já, þetta er reyndar. En hvað heitir tengdapappiðinn? Hann heitir Jón. Það er kjaftaði. Hafdís Björk Jónsdóttir. Þú lýgur þessu. Já, ok, þá er þetta kannski, veist... Þannig að þetta var bara óumflýjanlegt. Já. Hvað er? Þetta er í höfuð öllum bara. Já, það heitir bara allir Jón í kringum mig. Það er bara þannig. Jón. Já. Jón. Friðrik átti að heita Friðjón, sko. Friðjón? Nei. Það hefur ekki aðeins. En nú er fótbolta tímabili búið. Og þig hvað, í öðru sætu F-fangar? Öðru, já. Já, það er ekki svolítið svekkjandi? Jó. Nei, Silvi er fín. Silvi er alltaf skýta, maður. Það er ekki sem lítið tilbaka eitthvað. Já, 2013, annarsætti, já, er ekki F-á. Reyndar Evrópu-ævintýrið ykkar, það er lítið svona aðeins að... Það er skemmtilegt. Það er líka svo magnað, ég var að horfa mitt á meistaradildamörkin eitthvað en daginn og þú veist, þá var bara eitthvað Ástría Vín eitthvað og maður bara horfa gæja sem maður var að dekka. Já, hér er Honninger, hann skorar, þú veist, eitthvað svona, þeir bara spila í meistardildinni og við töpuðum samanlagt 1-0. Fyrir þeim. Sérðu hvað þetta er hægt maður? Þetta er, Kribinir. Hver er þessi gæi? Hvað er þetta? Ástría Vín, þeir eru á Östuríki. Ok. Topplið það. Hvað er þá, F.A. komið í meistardildina? Nei. Voru tæpir? Já, þú veist, þetta við spilum eitthvað undan eitthvað svona. Já, svona forleikir einhverjir, sko, svona. Það hefur aldrei íslenskt lið komist í meistardildina? Nei. Þetta er það næsta sem við komist eða ekki. Hvað eru mikla líkur á því að einhver tíman eitthvað íslenskt lið kemst í meistardildina? Það geta alveg dottinn. En þú ert ofjákaður með íslenska knattspyrnu, held ég. Nei, það er bara sannaðist núna. Það er Blíkarnir voru að spila frábælega í Evrópu og þetta geta alveg dottinn. En er þetta ekki þannig leið og getur eitthvað í fótbolta á Íslandi þá ertu farin að spila út í heimi og íslenska deildin er ömuleg? Já, eða syngjum helgar og dæmi gott talent. Til dæmis.
Er þetta að færa þig núna yfir í talent? Nei, Talum það? Nei, því að basically var Svepp að segja að þú getur ekkert í fótbolta því þú ert ennþá í Íslandi. Þess vegna var ég var að verja það. Já, takk fyrir það. Ég reyndar að pæla að hætta þessu talentóti og söngnum og bara æfa mig meira. Bara í fótbolta. Finnst ekki gaman að koma í viðtal til okkur? Það er til Noregs. Búið hraunir við nafnið og karriérinn í fótboltanum. Ég er svo gott að þessu. Ég er svo ógeðslega gott að þessu. Sérstaklega núna að því ég er í orlofi, ég er bara með syni mínum allan daginn, skilur. Hann er ekkert að hraunið um mig, skilur. Nei. Hann er ekkert að segja hvernig lífið er í raun og veru. Nei, maður þarf að fá hraun, sko. Já, öðru hverju. Aðeins bara svona Kippa sér á jörðina. Þú veist, hvað er að finna? Þetta er enda þitt langbesta sumar, er það ekki fótboltilega sér? Jó, algjörlega. Búin að vinna þinn í liði og... Þess vegna líka fannst mér svona ennþá meira sökkjandi að vinna ekki Íslandsmeistaratitil, sko. Það hefur verið svona nett eitthvað, já, ég fekk að spila og við unnum. Er það sem sagt viðnið, ef FH, ef Jón Jónsson kemst í liðið, þá verða þær ekki Íslandsmeistarar? Það er svona sama sem merkir þar á milli. Þannig að, já. Þetta er gríðarlega tilvist að kreppa. Strókar. Þannig séð. Ég veit ekki okkur að fá með þessu tímabúti í viðtal, þetta er ógeðslega erfitt. Nei, við ákveðum að fá þig að við lentum í svo miklu vesinn í dag og höfðum ekkert að gera. Það er gott talent. Við áttum náttúrulega að vera í Borgarnesi núna, allir, og það eru pröfur í gangi þar núna. Nákvæmlega. Gott talent, bara as we speak. Þannig að ef það er einhver í Borgarnesi með hæfileika, þá er að gera að skella sér beint í pröfur. Og er hægt að fara á þess að skrá sig, bara mæta? Já, þegar þeir eru á svæðinu, þá getur þú farið á þess að skráða þeim. Þá getur mætt núna. Það er líka svo, að því að ég var að hlusta okkur á hann. Hvernig væri þetta sem einhver kæmi í pröfu og myndi sleikja sleggju? Sleikja sleggju? Já, heldur þessi engi að fara að gera það? Allsber að sleikja sleggju? Allsber að sleikja sleggju. Nú ert þú í dómnefnd, myndur þú leifa honum aðfram? Kæmi inn á Wrecking Ball, skilur eitthvað starfsfólk stöðatöðu nýbúið að smíða eitthvað stúdjó til þess að vera í. Það koma bara brjóta Kæmi ykkur innamaður hann eitthvað Gaming like a Wrecking Ball. Allsber maður með hamarinn hálfað. Það er ekki geðveikt. Það var þetta stórgöld. En ertu búin að mynda eitthvað svona skoðun á því hvað það er sem að þið langar að sjá í? Nei, bara sé ekki eitthvað svona... Þú ert opinn fyrir öllu? Já, einmitt, og það er líka að vera svolítið svona einlægt, skilju. Það má ekki vera eitthvað, ég ætla að gera þetta því að það mun slá í gegn. Heldur gemur hann bara að gera það því að hún finnst gaman að gera og þegar ég segi honum það er þetta þáttakandinn. Það er líka eins og með þetta, það er náttúrulega, það eiga margir eftir að syngja, en ég held að þú er eftir að fara langt líka á því að vera að gera akkurat eitthvað sem einhver annar er að gera. Það er alltaf skemmtileg svona fjölbreytni. Og það sem er líka með þessa keppni er að það vinnur ekkert endur alltaf hæfileikar einhverstið einstaklingurinn. Það er bara einhvern veginn svo sem að næra að tengja við áhorfendur. Já, nákvæmlega. Þetta er náttúrulega skemmtið þáttur. Já, klálega. Það eru áhorfendur sem velja. Þetta er eitthvað svona momentum sem fer í gang, skilur. Já, þetta er spurningum að vera réttum maður á réttum stað. Algjörlega. Á réttum tíma. Algjörlega. Og eins og þú segir, þetta er mjög gott fyrir hlustendur FM sem er að pæla í að taka þátt. Að það sem fleitið er lengst er einlægnin. Já, nei, alvöru, sko. Það er þannig. Ég er ekki Þú spottar það svo fljótt ef þessi gæi, hann er ekki alvöru. Það sem maður sér líka, það sem er svolítið skemmtilegt í þessu þáttum, það er þú sér gaurinn sem hann kemur, ætlar að vera töffari eða svona, bara, ég sé fyrir eitthvað þessa keppni. Svo stendur þessu ágætlega og þá sérðu bara svona skilin að brotna. Og bara sem er utan að þá bara verður hann svona einlægur og bara, já, ok, þú veist, var þetta gott hjá mér, eitthvað svona. En ætlaði fyrst að vera bara töffari og... Hver vann þetta? Er þetta ekki Susan Boyle? Jú, Susan Boyle hefur unnið þetta. Hún tók þetta sem að segja okkur það að allar ömmur landsins ættu nú aldeilis að fara... Vá, hvað ég verið til að fá svona eina ömmu sem þú sungið. Já, ég er alveg sammála því. Það var í stórkvæmst. Einhverju nakta ömmu. On a wrecking ball. Wrecking ball. Það er ekki eða. En Jón, alltaf gaman að fá þig í heimsókn. Alltaf, ef við að láta hann fara. Hress ungu drengur, hann kom ekki með gítarinn fyrir þig? Nei, ég er nefnilega að segja við þetta. Mér dreymir útvarpsþátt. Já. Sem er samt alveg, er það gott útvarp, Jón, að þú sett með gítar og fólk að hringja inn og beða óskalög? Ég gerði það eins og með, sko. Ég kann ekki lög. Jú. Nei, ég sveri, ég kann ekki neitt, sko. Þú veist. Nei, ok, hvort sem að það er þú eða einhver annar, ef þú veist. Eins og, hvað heita þér, Sniglabandið. Þeir voru með þátt á Rástöðu. Já. Fólk hringdi inn og baða óskalög og þau tóku lögin. Ég elska það. Já, það var eitthvað svona líka eitthvað svona aðeins öðruvísi, held ég. Var það ekki? Var svona smá eitthvað extra touch. Þeir eru náttúrulega voru bara með heilt band og kunna öll lög og eru góði, sko. Ég er að hugsa núna, ég held ég hef ekki getað fengið ólíkari gesti í dag heldur en ég er.
Við erum með Bammar Gera komið hérna. Já, alveg, ég hlusta á það. Og svo Jón Jónsson í dag. Þið eru ólíka týpur. Já, ég er náttúrulega reyndar skeita mjög mikið. En þú talar ekki bæði. Já, ég veit það, hann er akkurat. Það var geggjaður, svo hann svaraði hann að hraða spurningunum og var eitthvað að hlæja. Hann hefur fengið sér að leita og bjóra ekki til dýra þessi félagi, sko. Já, þráttur í dýri. Það var rosalegur. En það sem er líka skemmtilegt svona áður kveðjum Jón, það sem er eiga sammeilegt, við erum að fara að gefa einmitt miða núna í brúðkaupi hans Jónssonar, þeir eru að gifta ykkur helgina, eða ekki? Og við ætlum að gefa miða á FM 957. Já, það er bara að gera að taka upp síma. Og ég pældi að maður væri svona hræðilega hall og væri eitthvað, ég ætla að bjóða þjóðinni hérna í brúðkaupi. Það væri fallið, það er ekta þú. Hvað hérna? Við vorum að því ekki að samt, við vorum að gefa miða í brúðkaupið hans, Bammar Gera. Já, auðvitað. Þannig að þú basically að segja að hann væri svona hallarastur. Býtu, ég mista því. Er hann að gefa miða, er hann að gifta sig á Íslandi? Hann er að gifta sig á Íslandi núna á laugardaginn, en það eru enda tónleikur og eitthvað líka. Já, ok. Svo gifting og hann vil hafa sig flesta. Það er samt ömulegt fyrir eiginkonuna. Já, reyndar. Ég var að gifta okkur og ég er með tónleikum kvöldum það, já. Þú verður pottet aukaðri. Það er enginn að bæli þér. Bara. Vá. En ert þú giftur í honum? Þetta var, nei. En ef þú ert að fara að giftast Bammar Gera og Jackasveppi, þá kannski, þú veist, hún þekkir alveg mannin, sko. Til hvaða lands væri ég samt? Af því að hann kemur til Íslands, þú veist, hvert væri ég og væri með svona eitthvað? Með svona giftingu, Færeyjar eða eitthvað? Færeyjar. Ég er 1/8 Færeyingur, reyndar. 1/8, veist, tekur það fram? Já. Þá er ég það ekki líka þá? Það fyrir eftir hverjir eru í ættinni að ég. Jæja, við viljum að fara hér í auglýsingar. Jón, takk kærlega fyrir komuna. Svo ætlum við að fara hér í sturglaða staðreyndir og fleira. Aftur í tíman. Það er smá lag. Prófaðu eitthvað nýtt í tilefni af meistaramónuði. Grunnnámskeið hefjast 7. október. crossfitkraftur.is. Á bensinstöðum Shell færðu núna fulla þjónustu en greiði sama verð og í sjálfsafgreiðslu. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Vilt þú fara á landsleik Noregs og Íslands í undankeppni HM í boði Betsson? Eina sem þú ert að gera er að fara inn á Facebook síðu Betsson Ísland og læka síðuna. Þá ertu komin í pottinn og getur henni pakkafæð til Óslóar í boði Betsson. Krakkastöðin fylgir með áskrift að Stöð 3. Stöð 3, Krakkastöðin og tónlist.is fyrir aðeins 2.990 krónur á mánuði. Gerðu verðsamanburð, smeltu þér inn á stöð3.is og þú færð fyrsta mánuðin frítt með. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Bauti og Sveppi í FM 95 Blö. Virkilega flott lag. Þú hlusta hér á FM 95 Blö og gestur þáttarins, hann er ekkert farinn, hann situr ennþá hérna, hann Jón Jónsson og ætlar að vera með okkur í... Skildi setja going home. En þú ert ekki fann heim? Nei, ég segi það, skilur. Já, hann fór ekki heim. Já, hann ákvað að vera lengur hjá þér. Já, og það er ástæða fyrir því. Það var síðasta æfing hjá FH í gær. Já. Nú er það konur í vetrafrí. Hvað fáðu þið langt frí? 9 mánuði. Svona 5 til 6 vikur. Nó, já. Nó, og er að æfa alveg. Það er æft allan á sér ring. Það er meistaraflokk. Þannig að Jón Jónsson hefur ekkert betra að gera en að vera bara með okkur í sturgluðum staðreyndum. Sulta slagur. Er það ekki líka upp á dagskrárliðurinn, Jón? Jú. Sturglaða staðreyndir. Ég vil líka vinu minn heiti Kristján Sturla. Já. Þannig að þess vegna finnst mér enda skemmtilega. Glæsilegt. Skemmtilegt. Þetta var staðreynd. Þetta var mjög skemmtilegt tenging. Já, hann er Sturlaður. Kristján Sturlaður. En það er komið á sturgluðum staðreyndum og þær eru 10 eins og alltaf og eru mjög skemmtilegar í dag. Já, og ég veit að það eru margir að núti sem eru þegar búin að leggja bílnum og búin að hækka í viðtækjunum. Já, gott. Og þeir sem eru að hlusta á bylgjuna, endur að skipta yfir. Ég er satt, í alveg, ég er ekki tjók, hvað er klukkan núna til dæmis? Klukkan 20 mínútur í 5. Já, þú sér, það er tíminn þar sem ég er að leggja bara fyrir utan kappleika, það er aðeins 5, skilur við. Já, þannig að þú nærði ekkert alltaf sturgluðum staðreyndum. Stundin næðum ekki, en ég er að segja, oft eru konur vel inn í það, skilur, þá ég klára, skilur. Já, djúvillir ég ánægði með það. Ég klára. Auðvitað. Og þá bara, hvað akkur þú að setna aðeingu? Ég var að hlusta Sturlaður hjá þetta. Ok, drífðu þig. Já, við erum nokkri með þess að gera það og svo ekki, heyrðu þetta með það? Já, þá ætlum við að byrja. Hér kemur fyrsta og hún er sérstaklega tekin fyrir þig, Sveppi. Ég vissi að þú myndir hafa gaman að þessu. Ok. Það verst að þú færð ekki að lesa þetta sjálfur. En, já, hlustaðu nú.
Kakakatu, kata, kuku, kaki, kiriku, kaku, kukikis, kuku, kaki, kiriku mesti tungubrjóturinn í Malaví. Nei! Þetta gæð. Já, þetta svo, þú veist, how much would woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Það svona tungubrjótur í Bandaríkjunum. Já. En í Malaví það kaku, kata, kaku, kariki, kiriku, kaku, kikis, kaku, kaki, kiriku. Þetta svona... Verður ekki að veðrið þótt síðar verði. Já, það svona tungubrjótur. Það alls konar svona tungubrjótur. Þetta flott. Hvernig varst þessi, Jón? Varstu ekki gamla þessu? Jú, þetta skemmtilegt. Þú bara snild að þú skildir ná að lesta. Já, þetta náttúrulega ekki tungubrjótur fyrir mig. En veistu hvað þetta þýðir? Nei, það náttúrulega stendur ekki. Nei. Það öllum sama. Já, þetta þýðir öllum. Rumuguðin Þóra. Já, þetta eitthvað. Þannig svo það næsta. Að þola ekki sömu manneskjuna getur styrkt samband hjá öðrum tveim manneskjum. Wow. Þannig að segjum til dæmis að við og Jón Jónsson þoldum þig ekki Sveppi, þá verðum við betri vinir fyrir vikið þegar við þóluðum þig ekki. Já, en ekki meira svona að vera að tala pör? Já, áreglega líka. Skilur við? Þetta er svona styrki vinskap ef við eigum sameiginlegan óvinn, þá ósjálfrátt verðum við betri vinir. Já, þetta er. Þú veit, það er samt geggið af pörum og við erum alltaf svona pillótokki að við erum alltaf hún Greta. Eitthvað svona, hún er alveg það ert að sjá Greta í dag oi, hvað gerir Greta eitthvað, þú veist og svo jafnvel byrjaði að slummast eftir það slummast eftir það svo bara sett í þólanum þetta er svona kveikjan á einhverju góðu samtali fyrir sammála eitthvað sammála hvað hún er óþólandi við hjónin, við eigum einn sameiginlegan mann sem við hötum við höfum hann og það hefur styrkt okkur og bara hjálpað okkur alveg ótrúlega mikið. Er það ekki líka ástæðan fyrir því Íris eigi 3 börn? Það er þessi maður. Það er eiginlega ástæðan fyrir því saman sko, við höfum hann bæði. En það hefði ekki líka lendið því að ég kannski ekki ljúa, en maður hefur íkt að, ég hef lendið því kannski með fyrirhandi, að það fyrir einhver manneski töðun á henni, sem er kannski eitthvað svolítið í kringum hópinn, hún fyrir samt ekki það mikið töðun á mér, en ég líði. Bara ég þóla hann ekki, veist, einhverja stelpu eða eitthvað. Ég hygg ekki við það. Það breytist þegar sambandi er orðið lengra, sko. Já, þá hættir að feika. Já, þá segir bara, já, mér finnst hún fín, mér er drullasamband og þú þolir hann ekki. Mér finnst hún fín. Hvað er í matinn? Hvað er í matinn? Ég veist þessi eðal manneskja svo verð. Svo hérna er það næsta. Það eru rúmlega 200 lík á Mount Everest. Já. Svolítið mikið. Hver eru líkurnar á því? Líkurnar eru mjög miklar. Það eru margir sem reyna að fara þarna upp. Já, en það er reyndar ekkert mál að fara þarna upp, hef ég heyrt. Mesta vesinn er að fara niður. Ok. Er það sem að grínast? Já, ok. Þeir segja að náttúrulega það sé yngri lík. Nei, ég er að tjóki. Ég þakka fyrir mig. Takk hlustendur. Oft eru döð hjón lík. Já, svo hérna kemur næsta sem er gott. Þessi, við getum að meira. Very nice, ég og Sveppi erum hérna, 2 á móti. Sveppi átti gott í síðustu viku þegar, hvað heitir vinkon okkar Katalína, hún var að opna einhverja verslun. Já, ég las það. Betra að selja föt en göt. Já, það var legendary. High five. Þetta eru 2 á móti mér. Við erum góðið saman. Svo er þetta næsta. 95% fólks, þetta er gott, 95% fólks sem skrifar LOL er að ljúga. Það er sem sagt ekki laughing out loud þegar að skrifa það. Það er ekki að hlæja upphátt þegar að skrifa LOL. Þetta er svolítið skemmtilegt því að nú bjómaður nú í Ameríku sko. Kaninn nota rosalega mikið, þú veist eins og á fyrsta árunum mínu á svona ógeðslega alvarlegu gæðin sem var fyrirlið, var eitthvað markmaður og bara þú veist, var bara eitthvað from Texas og eitthvað svona skilur. Og hann var einmitt alltaf, that's hilarious. Og var ekkert einu svona að hlæja skilur. Og maður bara svona, shit, that's hilarious. That's hilarious. That's so funny. En hvað þá roll? Haldið að einhvern tíma verið bara rullandi á gólfinu bara á hlátri, bara rolling on the floor with laughter eitthvað? Já, og eða laughing my ass off. Ég hef ekki séð neitt rastlausan hérna. Gerðum neitt greiðasveppi, nennu að fara á jörðina og rulla þér að hlæja. Maður sjá bara hversu kjánulegt það er. Ef þú værir rolling on the floor with laughter, maður sjá það. Viltu sjá það? Já, bara fyrir mig. Fyrsta rausti samt að segja brandara, þannig að þú farið að hlæja. Herðu, hann er að rúllast yfir þetta gólf. Þetta var þetta gott.
Þetta var mjög gott. Það var alveg frábært fyrir engan nema ykkur. Rolling on the floor with the laughter. Þetta var aðeinslegt. Nei, en maður skrifar oft, þetta er sama með þetta broskallakjaftaði sem er að gera mig geðvegan, sko. Ef þú sendir SMS og gleymir broskalli, þá veit enginn hvernig á að lesa það. Nei. Svo líka ef þú sendir svona blikkbroskall, það er svona, getur þú smá greddi í. Það eru svo næsti. Það er næsta. Já. Það er því skilja. Twitter, við förum ekkert nánar út í það. Twitter, Facebook og YouTube alla síður eru blokkar í Kína. Hann hefur farið til Kína sem auper eitthvað og getur ekki farið inn á Facebook, Twitter, nýja YouTube. Það er bara bannað. Mjög fínt. Ég veit það ekki, steikt sko. Já. Spara mann smá tíma, sant? En ég held maður getur bara að fara á netið og fara og skrifa facebook.com. Nei, það er búið að blokka. Hvað gerir þá? Kemur ekki á kýmur í? Nei. Það geggja. Það er svona putta, nei. Nei. Hvernig nei, já, Gísku? Nei. Svo kemur hérna einn sem ég var mjög ánægð með, enda mikill aðdáandi Michael Jackson og taldi mig nú vita slatt hann en vissi þetta ekki. Mr. T vann sem lífvörður hjá Michael Jackson árið 1980 áður en hann sló sjálfur í gegn. Wow! Já. Veitu, Mr. T sjálfur, Mr. T sem að einmitt það var störtlu staðrendum hann daginn líka. Hann er hættur að nota gullkeðjur eftir hérna Hurricane Katrina. Svona, þetta er virðingaskynni fólki sem að misti húsin sín og eitthvað. Þá hann hættur að ganga með gullkeðjur og ring hverjum er ekki sama hvort Mr. T sem einhverja gullkeðjur. Ég hætti að gangi í prataskónu mínu, sko. Út af þessu öllu. Gömlu góðu svörtu. Það er ekki að spyrja Lawrence Tirot. Heitir hann það sem sagt Mr. T. Mr. T. Hann var lífverður hjá Jackson. Hann skrifaði handritaða Bodyguard eða ekki? Jó, einmitt. Hann á það bara og tekur öll gjöld. Hann er fæddur 1952. Hann er 2 árum yngri en pabbi. Mr. T. Pælti ef Mr. T væri pabbiðinn? Það væri geðið. Ég var til í það. Pabbiðinn er Mr. S. Yes. Svo hér er það. Spektrofóbía er hræðsla við að horfa á sjálfa þig í spegli. Enginn hér haldinn henni. Það er svolítið, sko, svo ég haldinn áfram að vera leiðilegi pappin sem tala bara son sinn, sko, að það róar til dæmis stráki minn þegar ég fer bara með hann og hann horfir á sig svona í spegli, sko. Er það eitthvað steikt? Nei, er hann ekki bara nokkra vikna? Nei, hann er að vera 4 mánuða, sko. Já, nú veit heilin á honum er ennþá bara eins og gul bön, sko. Já. Er ég bara eitthvað að ímynda mér eitthvað eða? Nei, það meikar alveg sens, en hann veit, ég held, ég er nú ekki sérfræðingur. Nei, en þú unnur samt mikið með börnum. Ég held að viti ekki neitt fyrir hann 2 ára. Það er svo skemmtilegt ef það róar hann að spegla sig, bara strax á 4 mánuða aldrei. Já, hvað heitir þessi fóbía, segir þau? Spektrofóbía. Þetta er enda, það væri gaman, maður væri alltaf einhvern veginn svona. Þetta er svolítið, já, skrítið, eins og að fara í klippingu eitthvað, en bara eitthvað. Lokuðu augunni eða þú veist hvað? Snýruðu augunni í stólnum með það? Hérna með hendina fyrir. Ekki sendur að tala um að fara í klippingu í þessu þætti. Næsta. Að éta egg dregur úr þunglindi. Ég vissi að þú myndir... Ég veit alltaf hvernig viðbröggum voru að setja. Við styrluðist það. Það bara, nei. Ég sýti ekki stort í hotni, ég get egg og þunglindur. Það er samt á að gera. Hann eða eru í einhverjari fílu, fáið einhver egg. Sæll. Samt, ef það væri, það má svona ekki vera ofið, skilju. Það er bara ekki, þessi þarna, hann er þunglindur. Það er bara einhver sem er að fá sér egg, skilju. Þannig að ég er svo mikið að það. Já, þú veit, þetta geti orðið svona, svolítið öfugt. Það bara, ef þú sérði einhvern borða egg, það bara, ok, ekki vissi ég þetta. Ok. Borðið þið egg reglulega, strákar? Heima á ykkur? Já. Ég ger það, sko, ég er svo lélegur að útbúa mér eitthvað. Þannig ég ger það meira svona einhverju mötuneyti og eitthvað svoleiðis. Ég sakna þess að fara í ömmu og af og fá þetta bara í svona eggjabikar og svo bara salt og svona. Ég ger það mjög mikið. Nei það, ég ger það aldrei. Ég spæli þau og ég bý til, sko, eggjarhræru helgar og egg benedict. Ok, það er ekkert annað. Það er bara fyrir lengra komna, Jón. Já, er það ekki? Jú. Þá þarf einhverja perfekt suðu og... Já, það ég reyndar aldrei náði fullkomnu. Nei, en það er gott að það er ekki útbúa. Það er verið að reyna að gera pillu fyrir karlmenn, sturlu staðrind. Hvernig pillu? Svona eins og það er konan að gera pillu. Mundur þá spörma, þú veist, eða myndir það bara stoppa það eða kemur bara út eitthvað sæði sem væri ekkert að frétta hjá það? Já, það væri ekki bara allir, þú sett ekki að gera það latt. Það er allir ekki. Smá latti. Já, þetta er bara svona... Já, þetta er bara einhverju gaurar sem maður nenni ekki að synda. Já, einmitt. Já, nákvæmlega. Lama sundmennina. Já. Þetta er svolítið þannig. If you know what I mean.
Svo það síðasta, það hefur kona dáið úr overdose af súkkulaði. Já. Hún át mikið súkkulaði og hún fekk súkkulaði eitrun, sturlu staðinn. Þannig að basically það er eftir að overdose á súkkulaði. Það er nú örglega þetta að overdose af öllu, sko. Já, hvenær veist, ekki komið tíma að hætta líka eftir svona eitt stykki kannski þegar þú finnur út að deyja? Þetta alveg magnað, ég veit, sko, við vorum, við tölum síðustu æfinguna mína þannig í gær, þá kemur Fitti. Fitti svona fígúra í FH og hann var einmitt 60 helgina. Þá kemur hann með ammælisköku, sko, til okkar. Og það er svona massífa, þetta er bara svona drullu súkkulaði, skiljur við, svona. Og ef maður fær sér 2 sneiðar, þá bara er maður dauður, sko. Og við einmitt, það er ungu strákur sem að skeita þess á sig og setti alltaf mikið pening á að Chelsea myndi vinna Basel, sem að þeir gerði ekki. Og við vorum að gefa þeim tækifæri til að vinna tilbaka. Við lögðum allir bara, við bara 5.000 skall á manni þetta, ef þú klárar þessu köku, og það var svona, hvað ætti ég að segja, svona, þetta var svona 15 sinnum 15 centimetrar eftir að kökunni, skilju, það er alveg slatti. Og gæinn, hann gafst upp eftir svona 4 mínútur, skilju, það sem hann búinn að reyna að éta þessa köku, skilju. Þú bara getur ekki meira, skilju. Það er líka glata að fara halva leið. Það er alveg glata. Vera illt bara og fá ekkert fyrir það. Það fekk ekkert. Hann var svo peppaður í byrjun, sko. Kalla unginn. Þetta er bara súkkulaði kaka. Það á ekki vera það erfitt. Hver var það sem að reynda að geta það? Hann heiti Böddi. Böddi út alltaf maður. Böddi, kallaði Böddi mjólk. Böddi mjólk. En þetta voru sturlaðar staðarindir dagsins. Já, það eru búinnar núna. Það eru mjög góðar. Voru það ekki fínar? Já, það er skemmtilega. Hvernig var þetta tungubrjóðurinn hann? Manst þú? Já, kikikaka Google. Það var kakaku, kata, kuku, kaki, kiriku, kaku, kukikis, kuku, kaki, kiriku. That kills me, makes me feel alive. The thing that drowns me, makes me want. That kills me, makes me feel. Ólís hefur tekið enn eitt græna skrefið og opnað nýja og fullkomna metanafgreiðslu á Ólísstöðinni í Mjódd. Þannig aukum við þjónustu við þá sem kjósa vistvænt íslenskt eldsneyti sem dregur verulega úr bæði útblæstri og hljóðmengun. Taktu grænu skrefin með Ólís. Ólís, vinur við veginn. Krónan kynnir Krónu-appið. Prófaðu Krónu-appið til að gera innkaupin upplýstari, skilvirkari og skipulagðri. Allt í snjallsímann þinn. Krónan fyrst og fremst ódýr og snjöll. Happy Hour, milli klukkan 16 og 19 í dag. Fridays Smáralind. Krakkastöðin fylgir með áskrift að Stöð 3. Stöð 3, Krakkastöðin og tónlistbúrtaris fyrir aðeins 2.990 krónur á mánuði. Gerðu verðsamanburð, smeltu þér inn á stöð3.is og þú færð fyrsta mánuðinn frítt með. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallpakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. FM. 95 Blöð með ykkur hér á FM 957. Það er Ötti og Sveppi sem að verða hér í stúdíónu til 6 í dag. Hell yeah! Í Fantagír og það er komið að dagskrálið sem að við erum aldrei komin með almennilegt nafn á hann. Nei. Erfiðir hlutir seldir, það var einhver pæling. Skrýtnir hlutir til sölu. Já, skrýtnir hlutir til sölu og við erum búin að reyna að selja þyrlupall og í síðustu guð þá vorum við að selja ræðupúlt. Ræðupúlt. Nú ætlum við að ringi fólk og reyna að selja þeim Caterpillar smágröfu. Já. Hvernig vantar þið ekki svoleiðis í garðinn? Já, þetta er bara möst á hvert einasta heimili og ég, sko, eftir að ég keypti mér litla ónýta húsið mitt, þá hefði mér dreymun Caterpillar gröfu á hverjum degi. Já, þetta er svona smágrafa sem að hendar vel bara fyrir fjölskyldur. Já, og við ætlum að athuga hvort að sé eitthvað núti sem við getum selt. Það hefur ekki gengið vel hingað til. Nei, og það á ekki að ganga vel. Það er líka ekki nafn leiksins. Ef við myndum ná að selja einhverjum eitthvað þessu drasli sem við erum að reyna að selja, það er svo að vinna í lottó. Já, og það líka væri bara, þá er dagskrárliðurinn einhvern veginn ekki að virka. Nei, og þá var hann líka, þá myndum við fullkomnast. Já, tekum á sig hérna. Caterpillar grafa. Þú þekkir mig. Sölu snillingurinn. Erstu góður að selja? Nei.
Ég er nefnilega góður sölumaður, sko. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Einar heiti ég, að hringja hérna frá bland.is. Já. Erum svona að hringja í fólk og aðtók hvort að hafa einhvern áhuga á því að kaupa katapillargröfu. Nei. Þetta eru sem sagt svona litlar smágröfur sem að henta vel í allan gróður. Nei, takk. Og eru með þær á sérstöku tilboðsverði núna. Nei, takk. Og þær eru að fara á 218.000. Nei, takk. Og við erum með 2 liti. Og ætlum bara svona, þetta er mjög þægilegt að hafa, sko, í gróð. Eru þið með garð? Ég vil ekki gröfu, takk, nei, takk. Það eru miklu ódýrari heldur en á netinu, sko. Já, ég veit það, nei, takk. Eigið þið gröfu? Ég veit Egill. Egill? Nei, þetta er Einar. Við erum með svona ýmislegt dót á lager, sko. Eru þið með katapillar? Ég vil Einar, nei. Húsrýmið, það kemst einn fyrir, sko. Og maður þarf ekki prófa á þetta einu sinni, sko. Nei, takk. Nei, takk. Þetta er, maður þarf ekki, að því að yfirleitt á svona gröfur þarf meira próf. Hættu núna. Er þetta ekki máli? Það er beðil það. Það er búin að skella. Vákan ég gegn vel, Svenni. Ég ætla að sýna hvernig það gerir þetta. Hún gati ekki hægt að hlæja. Ég held reyndar að þú var einhver Einar. Nei, Egill. Heyrðu Egill. Ég var alltaf með ræðun á hreinu. Vá, komum við smitandi látum, maður. Hún bara grönn. Já, hún bara, þetta bjargaði deginum hjá hún. Hún gati ekki hægt að hlæja. Já, viltu prófa að selja eitthvað annað? Já, heldur að það sé það sem er að klikka hjá okkur. Já, leið, ef þú heyrir strax neitun, eða strax eitthvað nei, kottu þá með eitthvað annað. Ok. Skelltu þá í, svo er ég náttúrulega líka með búttalíkneski. Það er alltaf góð. Já, því að það er ekki kjaftaði. Það er ekki gaman að selja eitthvað sem ég vitir í, sko. Halló, Helga. Já, Helga, komdu sæl og blessuð, Bjarni heiti ég og að hringja hérna frá bland.is. Já. Ég ætla svona aðtöða, við erum að hringja og tjekka ekki vantar ykkur svona Caterpillar smágröfu. Hvað segir þið? Við erum að selja svona Caterpillar smágröfur fyrir þíntum út í garðinn og eða upp í bústæðið annað, ef fólk er með svoleiðis. Nei, við þurfum ekkert að svoleiðis að halda. Nei, við erum sem sagt, erum með 7 gröfur á lager hérna. Já. Tókum sensin á þessu, keiftum þetta utan og erum svona að reyna að koma þessu út. Það er mjög ódýrar að kaupa þetta hjá okkur í gegnum síma heldur en á netinu. Einmitt. Alltaf svona aðtöða hvort að ykkur Helga vantaði í garðinn, eða ná? Nei, ekkert svoleiðis, við búum í blokk. Já, það er endar, við erum búin að selja inn í blokk og bara blokkin eða sem sagt húsjóðurinn sem tóka saman. Já, það er ekki hjá okkur, það er alveg garanterað. Mjög snið, er það ekki með garðana? Jú, en það myndi aldrei ganga upp. Það komið Caterpillar í engi hérna? Nú, hérna fór nú einn salan, það var verið að selja í engi hérna núna. Já, en því miður, það bara myndi aldrei ganga. Nei, þú veist, það þarf ekki meira að prófa á þetta en eitt þannig, sko, þetta er bara... Nei, þetta er svona litla smágröfur, rosalega þægilegar, við erum með 3 liti. Já, þetta er svo mikið leigu íbúðir og svoleiðis að það myndi ekki ganga. Með gula, hvíta og rauða, hvaða lit myndir þú velja, Helga, þú ættir að velja? Ég veit það ekki, þetta er allt eins. Hvaða lit vil ég? Hvaða lit vil ég? Ég ætla ekki að kaupa neina. Það má ekki bjóða það gröfu? Nei. En fyrir jólinn? En já, svona þægileg jólagjöf? Ekki neitt. Áttu enga ættingja sem verður gaman að gleðja með Caterpillar smágröfu jólinn? Nei, ekkert. Tengdó eða eitthvað svoleiðis? Nei, ekki neitt. Nískar þetta maður, já, herðu. Með fleira? Við bara vonandi gengur þetta vel hjá okkur. Takk aðeins líka. Við erum enda líka með fullan gáma búttalíkneski. Nei. Sem við erum að reyna að losna við. Nei. Það er þægileg gjöf líka. Nei, ekkert svoleiðis.
Takk fyrir þetta. Takk sömuleiðis. Á, bless. Hann misheitur, þessi dagskrárliður. Þetta var ekki okkar besta. Hún draf okkur alveg bara nei. Já, líka eina sem bjargaði þessu hjá okkur í dag, það er þessi hlátur að náðan hjá þér. Ég gæti ekki hægt að hlæja með henni. Við reyndum að selja. Já, þetta er stemming. Það er ekki hægt að selja Caterpillar smágröfu. Nei, og nú er þetta að haka í það box. Er hægt að rappa bara til dauðadags? Þetta er svona oldskúlega Eminem í fíla þetta lag. Hvað segir þið, er hægt að rappa til dauðadags? Hvað er hann gamall? Hann er að vera 30, held ég, þessi 39 ára. Eminem? Já, hann er töffari, ég fíla Eminem í tællur. Já, gaman að, sko, maður velti fyrir sig svona, er til einhver rúmlega 50 rappari? Já, það Hver er elsti rappari í heimi? Ég er náttúrulega ekkert það mikið inn í rappinu, en ég minna Snoop Dogg, hann er ekkert að verða neitt yngri, ég held að hann sé 40 og eitthvað. Ég veit ekki hver svona elsti Flavor Flav eða eitthvað svona, það er ekki einhverju gauðra frá því gamla dag og eitthvað. En hvenær ætli nóg sé nóg í rappinu? Já, bara, ertu svona að tjekka hvort það sé aldurstakmark á rappi? Já, veist, er ekki rapp eitthvað bara svona? Rapp er það tiltölulega nýtt að, sko, veist, það er ekki það langt sinna rapp slæri í gegn. Þess vegna er ekki til eldgamall rappar eins og það er til eldgamall söngvari sem var mjög vinsæll fyrir einhverjum árið síðan, sko. Já, eins og langjafinn Mick Jagger. Já, sem er einmitt tótið langjafi og er ennþá á túra með Rolling Stones. Já, góða punktur. Við ætlum að gefa bíómiða hér á eftir, ég var búin að gleyma því, að minna á það. Á hvað mynd? Á myndina About Time. Má ég sjá. Það er sérstök sýning í Laugarásbíó á 50 daginn núna, klukkan 8, 3. október. Hvað þýðir sérstök sýning? Það er bara svona, fórsýning. Já. Staður hún kemur í bíói. Og þetta er með Rachel hvað er það? Speedon í bollaðinn? Ég tók vitlaðan bollaði, við drakk kalt kaffi. Nice. Já, og við ætlum að gefa þessa miða á eftir, en áður við fyrir mig þessu byrð, þá ætla ég að spyrja út í, ég er að lesa hérna inn á Sun, hann vinnur okkar, Simon Cowell, ég er nú mikill aðdáandi hans. Já. Hann fer reglulega í lýtaðgerðir og botox-sprautum og er bara svona opinn, ræði það bara opinbella og er ekkert að fela það. Og ég er svona, mér finnst eitthvað, gætur þið farið og látið sprauta botox í ennið þar. Í ennið þar? Já, þetta er bara náttúrulega í andlitið á hann. Mér finnst þetta bara fáránlegt. Já, er ekki eitthvað svona ógætlegt við þetta? Ég bara... Er mikið að kallmönnum sem er að fara í lýtaðgerð í Íslandi, heldur það? Ég bara trúi því ekki, sko. Nei, sérðu Bubba samt. Heldur að Bubba að fara í einhverja lýtaðgerð? Hann er alltaf unglegu kallinn, sko. Nei, ég held ekki, sko. Nei. Hann myndi aldrei. Hann myndi aldrei viðurkenna það. Nei, fyrir utan það, sko. Og myndi held ég aldrei fara. Hann myndi aldrei gera þetta, sko. Nei, hvaða kallmaður heldur að myndi fara í lýtaðgerð í Íslandi? Heiðarsnýstir. Heiðarsnýstir, já. Já, það kemur svo sem ekkert á vart. Egill kannski? Nei. Egill Einars. Já. Gils. Kolbarinn. Kolbfæðurinn geti hafa gert eitthvað, sko. Hvað heldur það hann hafi gert? Nei, hvað heldur að Kolbæði fara í lýtaðgerð? Nei, kannski eitthvað... Hvað er verið að gera þú ferðir nú lýtaðgerð? Hvað er verið að skera það bara undir augun og eitthvað svona? Kannski verið að slétta eitthvað á húðinni, að teygja á einhverju, eða, þú veist... Já, mér finnst það bara eitthvað svo... Það myndi bara hræða mig að vera með eitthvað lækni að krukka í andlitin á mig, sko. Bara sker upp auga og andlitið á mér. Já, ég er bara þeirra skoðunar að maður eigi bara að vera eins og maður sko. Já, líka bara eldast með smá virðingu. Já. Það er ekkert ógeðslegar heldur en að sjá til dæmis eins og sérðu Goldie Hawn og sérðu hérna Mega Ryan. Já, það eru orðnar ógeðslegar. Eins og það voru svo fallegar og væru pottir bara gutt fallegar í dag hefðu þeir ekki verið að láta krukki andlitin á sér. Já, bara eldast bara with dignity. Já, og það er hérna, en það eru eins og endur í dag. Já. Alveg sléttar og varirnar að þeim bara alveg skelfilegt. Já, mér finnst það ógeðslegt. Ég skil ekki því sem Ég finnst Brad Pitt líka var búin að vera að dutta eitthvað í sér. Já, það fyrir í taugarnar á mér. Já, hann að verða hálf kjánulegur í framann. Brad Pitt, sko. Þetta má ekki. En Tom Cruise? Tom Cruise, já, ég held að hann er að fela það betur. Mér finnst að ég er ekki bara allir í þessu. Mér finnst þetta bara skemma feril manna, sko. Já, þeir verða svona teigulegir. Já, ég sér mikið í rúrk, maður. Já, það er að frétta í haustum á honum, maður. Það er bara, veist, hvað er það fólki? Það er bara svona teiknum í það. Það er bara brenglast, náttúrulega Simon Cowell, veist, á bara ómikið penning. Já. Og veit ekkert, sko. Vill vera unglegur. Jakob Fríman. Heldur það? Heldur það Kobbi sem hann átt að sletta sér andliti? Jakob Fríman Magnússon. Það er æsku dýrkandi.
En maður veit það ekki. Við skulum ekki fullir það. Sko talandi svona, unglegt gamalt fólk. Þá eru þau fyrirrandi hjónin náttúrulega Ragga Gísla og Jakob alveg afskaplega fallegt fólk. Já. Skilju, og maður velti fyrir sig hvað þau voru að bralla. Hvað voru þau að borða þegar þau voru saman? Þetta stór spurning. Þetta 957 kynni. Happy New Year! About Time. Love your eyes. Nýjasta mynd Richard Curtis, leikstjóra Love Actually og handriðshöfund Notting Hill og British Jón Stæl. You can travel in time. Frábær rómantísk gamanmynd með Rachel McAdams og Notebook í aðalhlutverki. Never bring a present smaller than the child. Þetta 957 býður á sérstaka forsýningu 5. 3. október. Oh, shut up, you smug. Fylgstu með á FM 957 og þú gætur unni miða. About Time. Frumsýnd 4. október í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. We've updated the children's room. Why? Well, we have to. You guys keep updating the children. And by the way, children under 12 years old eat for free. American style. American style. Höfum það gott í október. Appelsínu Floridana 33 centilítra, 149 krónur. Lion Farm White 179 krónur. Hleðsla 250 millilítrar, 199 krónur. Cadbury Caramel 99 krónur. 10-11, fljótlegt og þægilegt. Dómarinn flautaði til leiks fyrir hálftíma, en þú getur samt horft á leikinn frá byrjun. Íttu á play og horfðu á frá upphafi með tímaflakki í Vodafone sjónvarpi. Riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu heldur áfram á Stöð 2 Sports. Arsenal mætir feikisterku liði Napoli. Kolbeinn Sigþórsson og félagar í Ajax taka á móti ítölsku risunum í AC Milan. Og Manchester City mætir Evrópumeisturum Bayern München í risaslag. Meistaramörkin verða á dagskrá í lok umferðar. Tryggðu þér besta sætið í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sports. Besta sætið. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallpakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. FM. Ellie Goulding hér með lagið Burn í FM. Burn, baby burn. Já. Getur þú nefndið 5 lög sem að heyrist orðið burn í? Já, burn, burn, baby burn, eitthvað. We don't need no more, let the motherfucker burn. Burn, baby, burning, burn. Já, 1. Nei, það tekur tíma. Þetta er út að spyrja með þessu áður að koma í innkomuna. Burn. Cause we're gonna let it burn, burn, svo vorum við að hlusta á. Og Ellie burn, burn, burn in the ring of fire. Nei, það er ekki burn. Turn. Er það ekki burn in the ring of fire? Nei, það er burn. Já, það er endan, þetta er góður leikur. Já, en það er hins vegar komið að því að gefa hér í FM 95 Blöð. Við ætlum að gefa ykkur bíómiða. Það er kvikmyndin About Time og hún er sýnd núna 3. október í Laugarásbíó klukkan 8. Það er svona sérstök forsýning. Og ég ætla að spyrja þig, 511-0957 fyrir ykkur sem að viljið vinna miða. Hefur þú unnið einhvern veginn svona í útvarpsbísæpi? Hefur þú syngt inn og fengið bíómiða eða eitthvað svona? Ég vann einhvern tíman Hárnet. Hárnet? Já. Hjá Tvíhöða. Já, ég var reyndar alltaf hringinn í Tvíhöða. Já, vann ég Hárnet, sko. Já, ég var líka, við gafðum oft vöru frá Vurt og eitthvað, sko. Já. Það var alltaf að lusta. Svo vann ég líka reglulega þegar ég var að vinna hjá Vurt. Þá hringdi ég reglulega á Lett 96,7 þegar ég voru að keppa hann í lögleiknum sínum. Það var eins og ég væri alltaf svo eini sem var hringinn því ég vann þetta eiginlega hverju viku. Ég fór og sótti bara fulla körfu af lögkeksi og lögsúkkulaði og við varum alltaf með þetta við vinnu. Já, ég náði alltaf vinn. En ég tók maður í síman 511-0957 eða vilja kíkja í bíó á kvikmyndina About Time og við þurfum bara að hrestleika. FM, góðan daginn. Já, sælir. Já, sæll og blessa, hvað segir gott? Herðu, er það ekki að bíó með það? Já, þið langar að kíkja í bíó? Já. Já, hvað er verið að brasa núna? Bara verið að mála. Það er verið að mála heima bara, eða ert í vinnunni? Já, bara í skólanum. Í skólanum? Nó, í hvað skóla ertu? FB. FB! Ég var í FB. Já, maður. Já, kallið minn, hvað er gammal? Herðu, ég er 18. Já, flott maður. Og hvað heitirðu? Ég heiti Davíð. Davíð, þú átt 2 miða hérna bara niður í vinnu, kemur hérna niður í Skaftalíð. Hvað er það?
Skaftalið, þetta er svona 365 gamli tónabær. Herru. Þú voru að taka bara 12-una, skiptir á hlemmi. Herru, ég fer bara bílum, kallinn. Vel gert maður. Þetta er í Skaftaliðinni, það er móttaka, þú finnur út. Þú finnur þetta, Kalli. Já, 365, maður rétt á bíluna, ekki? Já, ekkert langt á kringlunni. Já, aðeins neðar. Við sjáumst innur. Veistu hvað Ísaksskóli er? Nei, ég hef ekki græna, sko. Veistu hvað, þú veist hvað Tjörnin er? Þú veist hvað Tjörnin er? Já. Já, þetta er ekki það, sko. Hörðu, við sjáumst innur. Hann hlýtur að finna út á þessu. Fáum næsta FM, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þú gott? Ég er mjög góður bara. Hvað er verið að brasa 1. október? Menni er bara að vinna. Vinna, hvað er það að vinna? Flúrlambar heitir það. Já, ok, við hefur ákveð að taka þátt í meistaramánuðinum. Mæna er frá bæliði. Já, það er eina sem að bögga mig með meistaramánuðin, mér finnst þetta sniðugt konsept og allt það. Ég er strax komið leið á fólki á Facebook. Það er annað hver maður að posta hvað það ætla að gera og hvernig það gengur. Veistu, þetta byrjaði í dag. Já, þetta byrjaði í dag. Já, en hvað heitir þú, vinnur? Vilmar heiti ég. Vilmar, það er nú ekki algengt nafn. Það er mjög flott nafn bara. Vilmar, og þú tekur eitthvað með þér í bíó. Já. Það er bara 2 miðar hérna upp í Skatalið. Ok. Takk fyrir að ringja, Unnur. Vel gert, gamli minn. Já, bleið þetta. Bara til hammingu með þetta. Gefa 2-3 í viðbótinn í beinni og svo eitthvað bara á því er það ekki. Fáum hér FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag, hvað segir þú gott? Ég segi fínt bara. Ekki, þið langar að sjá myndina About Time. Já. Ég held samt að þetta sé nett svona konumynd, þú voru að taka kærustuna með eða þú átt. Jú, ég verð að gera það. Já, og hvað heitir þú, vinnur? Ég heiti Jón. Jón. Hvað er þetta að brasa? Ég er á leiðinni heim. Já. Búinn í vinnunni, hvað er þetta að vinna? Í skóla? Í skólanum? Nei, ég er að vinna í vélsmiði. Já. Heim og horfa meistaradeildina. Einmitt, sko. Einmitt. En hérna, takk hjá að ringja, þú har 2 miða bara hérna í Skatalín. Og bara á nafninu Jón þá, eða? Já. Já, ok. Jón Trausti, annars? Já, Jón Trausti, setja hérna. Ok, takk hjá að. Takk, bæ. Ok, bæ. Hvað hérna? Jón Trausti, Traustur Jón, hvað segir þau? Er enga konur að hlusta á okkur? Já, þetta var allt gaura bara, ég er að vona, ég ætla reyndir að taka fleiri símtöl hérna. Bara ekki live, þannig að þið getið haldið áfram að ringja í 511 957. Það er fleiri konur að hlusta á okkur. Já, þetta voru bara gaurar, steilt sko. In the sun. My friends and I, we've cracked the code. Já, þetta er besta lag á stöðum þetta. Já, svei mig þá. Ég held þessi sammálaðar hann. Já, mér finnst það ógstlega gott lag. Ég veit ekki út af hverju. Það er svona einstaka sinnum eitthvað lag sem að mér finnst alveg brjálæðslega. Já, þetta er... Svo var ég að hlusta á þetta í bílum og konan bara, hvað er það hann ykkur FM-nakki? Ég bara, hvað átti fíla eitt lag á FM? Það er ekki svo ég tali með, þetta er FM-nakki. En byrju, hvað er að vera FM-nakki? Er það ekki svolítið döð? Er ekki flestir allir sem er að vinna á FM núna bara sköllóttir? Er það ekki bara FM-nakkin í dag? Jó, þetta er bara svona orð, ef þú fílar svona nýja tónlist, eða hvað, þetta ekki? Já, sem sagt, ef þú fílar nýja og flotta tónlist. Eða bara nýja. Það er nýja og flotta. Já, nýja og flotta. Þú veist, það er betra að vera FM-nakki heldur en, þú veist, bylgjum-nakki. Já, ég meina, hvað hlustar Íris á? Hún hlustar ekki á neitt. Nei, hvorki bylgjuna FM nýja X eða? Nei. Nei, ok. Okkur held ekki. Hún bara nenni ekki, eða hvað, þetta ekki. Hlustar hún ekki á okkur einu sinni? Stundum, já, við bílnum. Já, fyrir slísni. Fyrir slísni, já, ok. Það er bara svona, ef hún er að sækja mig þá... En er hún ekki eins og þú? Vill hún ekki bara íslenska tónlist? Nei, ekki einu sinni, sko. Nei, ok. Henni finnst það ömulegt, sko. Hvað vill hún? Ekki neitt. Ég veist það, ég er ofta... Enga tónlist? Já, stundum við erum að horfa á sjónvarp. Við erum náttúrulega með alveg sikkot tegund, sikkot smekkin á sjónvarpstætti og svona, sko. Já. Það var eitthvað SMS. Frá henni það? Já, hún er að hlusta. Þú ert að hlusta aldrei? Nei, og eins og til mig, hún fór út í gær, sko. Já. Þá horfði ég á Loga í beinni, Jón Ársæl, Hljómskálan, Hraðfréttir og allt þetta, sko. Já, alla íslensku þættina. Alla íslensku? Já. Svo bara þegar hún kemur þá horfið við á eitthvað svona amerískt sull, sko, sem að henni vist frábært. Já, ok. Þú fílaði það endur alveg líka, ekki? Já, en hún verður aldrei svona eitthvað ofsalega hrifnæm af einhverju svona jökki, sko. Nei, hvorki þáttum né tónlist. Nei. Ef þú ættir að koma inn óvart að bjóða henni tónleika, hvaða tónleika myndir þú fara á? Svo er hún nefnilega svo skrítin, sko, veist, eins og við fórum hérna á Íslenska Stones
með Bjössa í mínus. Þá hún bara stól, sko. Já, hann fílaði það í tællur. Já. En ég held að það myndi ekki skipta neinu máli á hvaða tónleika myndi bjóðinni. Ef það væri óvænt. Hún myndi aldrei skíti í sig á spennu. Jú, já, henni finnst það miklu skemmtilegra að óvænti hlutin. Já. En þá henni alveg sama hvaða tónleikar í gangi. Þá horfum bara það og bara gaman, sko. Já. En það engin svona upp á hljómsveit eða hún ekki með sömu tilkynningarskyldu og ég. Nei. Þú veist ekkert allt bara upp á hljómsveit, upp á söngara og upp á bíómynd og... Það ekkert eitthvað svoleið, sko. Nei. Heldur hún elski ekki núna og setja að ræða hana einn útdagsmunur? Ég veit ekki. Ég efast það. Já, svona svo sýstu mínar. En maður gleymir því stundum, sko, að það skiptir engu máli hvað henni finnst tónlist og íslenska þætti og allt það. Af því að fyrir mér skiptir það engu máli, sko. Nei, meina... Ég bara elska henni eins og hún er. Já, kannski eitthvað rugglaður. Hlusta. Það er romantískur. Ég elska þessi stelpu. Alveg saman kamer. Já, en svo var ég að lesa hérna, þetta er svo steikt. Hvað er með O.J. Simpson? Já. Hann var að koma sér í vesen í fangelsi svona. Er hann í fangelsi? Já, þetta er akkurat það saman ég ætla að spyrja. Ég veit allt og lítið þetta. Hann er í 33 ára fangelsi. Sæll. Og það er ekki fyrir morðið á konu sinni? Nei, en samt er eins og allir viti að hann hafi gert það og þeir eru bara reynd að finna eitthvað annað. En hann var núna að koma sér í vesen í fangelsinu fyrir að stela smákökum. Það hefur... How mighty they have fallen, segja þessum maður. Það er verið bara bestur í ameríska fótboltanum yfir það að vera að stela smákökum í fangelsinni í Vata. Já, þá er þetta ekki alveg lífið eins og að þú sást það fyrir þér líklega, sko. Nei, það klúðraðist þarna einhvers staðar. Ekki, ekki til að taka hann. Okay. Mástu vorum að tala konu mína. Já. Þú þóla ekki neitt svona? Nú man ég. Hvað? Ef það er eitthvað sem að hreyfir við henni, þá er það bakkalútur. Já, það er nú íslenskt. Það er íslenskt og það er bara... Bakkalútur var nú í brúðköpunniðinu. Já, þannig að sko, ef það er eitthvað sem reyfinni þá er bakkalútur. Af öllu sem er í boði, þá bara... Öllu í heiminum. Myndi hún snúa sig við og hún segi Braga Valdimar Skúlason út á götu. Já, ok. Ég veit hvað ég vil fara á og það er að fara að detta hérna inn eftir smá. Það eru þeir Jay-Z og Justin Timberlake. Væri ég til í tónleika með þeim. Myndur þú koma með mér? Á Jay-Z? Já. Ef ég ætti mið á Jay-Z, myndur þú koma? Á Justin Timberlake? Já. Já, auðvitað. Það eru töffarar. En ég myndi aldrei... Á FM 95 Blöð, á FM 957 Bauti og Sveppi í FM 95 Blöð. Við erum að fara saman á tónleikafélagarnir sem allra fyrst. Ég held að það sé bara í október, Jay-Z, 11. október. Já, ég var til að sjá hann, en hann er... Í London. Hann er ekkert eitthvað svona idol hjá mér, sko. Síkala svalur. Ég svei mig þá, ég held maður verða að gefa Jay-Z það bara, hann sé með þeim allra svalari. Það er alveg sama hvað hann tekur þessi fyrir hendur, það gengur allt vel. Svo er konan hans ekkert slór heldur, Beyoncé Knowles. Hann er að lifa drauminn, það má segja það. Svo er Justin Timberlake líka. Justin er snilleikur líka. Ég er mikill aðdáandi þeirra. Ef ég mætti velja eina tónleika, ég skil ekki okkur ég hef ekki farið á það í sumar. Þeir voru að túra saman, sko. Já, ok. Það er bara að bögga mig að hafa ekki farið. Ég var að lesa hérna frétt sem að sló mig. Ég var nú reynda búinn að heyra þetta fyrir í morgun, en þetta var bara að gerast á Íslandi í gær. En hér stendur, talsverður viðbúnaður var hjá lögreglu á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöldi vegna ökumanns sem óglæfralega og sinnti ekki stöðunarmerkjum lögreglu. Maðurinn hafði nokkur áður ekið á aðra bifrið á gatnamótum Breiðholtsbrautar og Selásbrautar skammt frá Rauðavatni. Bifrið mannsins var óökufær eftir áreksturinn, samkvæmt heimildum mbl.is. Eftir áreksturinn gekk hann yfir að hinni bifriðinni og vildi að konan sem ók henni kæmi út úr henni. Konan neitaði og dró maðurinn hana út úr bifriðinni því næst settist hann sjálfur undir stýri og ók á brott eftir Breiðholtsbrautinni vesturátt. Sæll. Hvað, erum við bara dottin í Real Life Grand Theft Auto hérna á Íslandi? Er þessi leikur að fara full harkala í mannskapinu? Hvað er að gerast hérna? Þetta er bara á Íslandi í gær á mánudegi. Og leikurinn nýkomin út. Já, þetta er bara svona nákvæmlega það sem þú gerir í Grand Theft Auto. Já, þú bara keirir á og bílinni hakki. Já, ok, bara burtu með, út með næstu manneski úr bílnum og bara taktu hennar bíl og... Já, þetta er kannski eitthvað svona auglýsing. Nei, þetta er eitthvað geggja. En hérna, svo stendur sko, lögreglan veitti mann með eftirför og henni stolnuð bifrið og fór annað framdekkið undan bifriðinni skammt frá Álfabakka. Ökumaðurinn hélt einhvað síður áfram ferðin og tókst lögreglu að lokum að stöðva hann á Kringlumýrarbraut við bústaði. Maðurinn var handtekinn og gistin og fangageymd við lögreglu. Ekki liggur fyrir hvað olli framferðið ökumannsins. Var hann fullur? Ég trúi hann ekki öðru og örugglega ekkert bara fullur. Já, hann var uppdópaður. Já, menn hagar er svona annars eða?
Ég meina, þú ert ekkert bara eitthvað pirraðar heima hjá mánudegi af því að Newcastle tapaði fyrir Everton og það bara stilu bíl, sko. Nei, það lítur að leiði eitthvað mikið á. Já. Það þurfti að vera að komast eitthvað. Hvað segir, heldur betur. Það hefur verið á leiðin eitthvað. Hún láð það mikið á hann, bara hann stál annari bifröð, annari mannesku og hélt áfram að keyra þó að framdekki væri farið. Já, hann pældi í núna. Nú er hann inn í fangaklefa. Nú er hann að vakna. Með einhvern nettan bömmir, held ég, sveimi. Einhvern aða bömmir og einhvern brjálaðan mann á eftir sér og eitthvað. En það er það er mjög fyndið, sko. Ég veit ekki hvort hvort þessi saga sé bara fyndin ef þú þekkir Valla frænda, en það er samt sem fyndið að því að dekkið fór undan bifröðinni. Amma mín, Lóama, sem sagt mamma pappa, hún er ekkert besti bílstjóri í heimi. Og til dæmis í gamla daga þegar ég er ungur, þá bakka hún aldrei í stæði. Vildi aldrei bakka, hún er svona mjög sérstakur bílstjóri, sko. Já, hann kunni ekki bakka, eitthvað. Já, og Valla, bróði pappa, leið aldrei neitt rosalega vel í bílmiðinu, sko. Það var alltaf bílhræddur þegar hann var að keyra. Og svo voru eins og að keyra niður Kástinsbrautina og þá kemur svona dekk rúllandi fram hjá bílnum og kemur Lóama svona við Valla frænda. Hei Valli, sérðu dekkið? Svo bara 2 sekúndur seinna var þetta dekkið á bílnum þeirra. Hún náði að segja, sérðu dekkið? Svo bara sömu mynd, þá bara og bílinn, þá voru þetta þau og Valli fór aldrei aftur í bílmömmu, held ég. Hann þetta minnur svolítið á það, því að dekkið... Rosa spennandi, nei, sjáðu dekkið! Já, mjög fyndið, þar til þetta var dekkið þeirra. En þessi maður, hann er allavega í fangilsi núna og... Var þetta maður? Já. Ekki kona? Þetta var maður. Ó, það hefur verið gaman að þetta var kona, sko. Já, einn pirruð kona. Já. Nýbúin að kaupa sér Grand Theft Auto, maður, þetta er meira ruglið með þeirra. When I was in the 3rd grade, I thought that I was gay, cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Trippin'. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh, nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. And God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. If I was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay. Gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yeah, we don't have acceptance for them. Call each other behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesser. It's the same hate that's caused wars from religion, gender to skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit-ins. It's human rights for everybody. There is no difference. Live on and be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you saw in the hallway, plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. Same Love, Macklemore. Þetta er flott, ég sá myndbandið, það var fallegt. Já, þetta er gott, við ekki að búið til eitthvað svona lag, eitthvað svona með einhverjum góðum boðskap? Nei. Ekki? Bara sjómli eitthvað, fara á jammið og... Já, það er nefnilega, það er það fallega í þessum heimi sem að þetta lag við gætum þetta ekki til dæmis gefur mjög sterklega til kynna það þurfi ekki alltaf að vera eins sko. Nei, það er alveg rétt það er svo fallegt þegar að veist það myndi líka bara rastnælt held ég að við erum að syngja með eitthvað svona bóðskap alltaf að fyndið sko, við myndum alltaf að reyna að gera fyndið já, það myndi hefur lesið kommentakerfið á YouTube nýlega það gengur ekki ef ég væri rappari, myndi heimurinn hata mig já, það er þetta góð spurning svo myndi heimurinn hata eða þú væri rappari ég? Já. Ég get ekki verið rappari nei, þú ert ekki nógu góður rappari en það er hins vegar komið að lægin á leiðinni heim þetta er bara fljótt að líða við erum tími drímar já, við erum bara að klára hérna félagarnir ég var í Balduvíkali allar í fótbolta til já í bumbuboltan yeah baby yeah já
En já, við hefum eftir að fara í lagi á leiðin heim. Það eina sem við hefum eftir að gera. Þetta búið að vera skemmtilegt með ykkur hér í dag. Kæru hlustendur, fengum Jón Jónsson hérna í heimsókn. Hann var svo skemmtilegur. Við reyndum að selja skrítna hluti og fleira. Gáðum hérna miða á About Time hérna. Geðu Írisi miða í bíó. Nú? Tveir eftir hérna. Hendi í pössun maður. Já, það getur farið saman á þetta. Þetta á sérstaka sýningu. Mér er gaman að sérstakum sýningum. Hvað er þá gert? Er hækkað eða eru betri gæði? Þetta er talað svona power-sýning. Það er rosalegt að fara á hérna Fast and the Furious power-sýningu. Já, hver er muninn á því? Það var búið að hækka í græfunum. Það var búið að hækka, sko. En ég minna á þáttin á morgun, þá verðum við Pétur Jóhann Sigfússon hér frá 4 til 6, takk ég vel á með Rikka G. Hann er hérna rétt og mættur og ef þú eru búin að lesa vísi.is í dag, þá var hann að koma með það á Facebooki sitt að hann er að eignast barn, strákurinn. Hver? Rikki G. Nei! Já, sónar bara á Facebook og allt að gerast. Býtu, já, er þetta á Facebook? Það kom inn á vísi.is. Nei. Jú, það er frétt þetta. Að hvað? Að Rikki G sé að vera pabbi. Nei. Jú, það var hann inn á vísi. Ertu að meina þetta? Já, hann er Rikki G. Hvað, getur hver sem er eignast barn og komist í vísi? Hann er að vinna hérna í útvarpinu og þulur og hann er góður að hérna lýsa fótboltaleikjum. Ég er mjög ánægður með hann þar. Er hann að lýsa fótboltaleikjum? Já, hann er komin að fylgja það, mjög góður. Þannig að við óskum þeim til hamingju, hann er ekki hérna inni, þannig að við getum ekki óskum til hamingju, en við viljum enda laginn á leiðinni heim og Sveppi, ég veit að þú verður ánægður með þetta. Það er eins gott. Takk kærlega fyrir hlustunni í dag, elsku hlustendur, við heyrumst á morgun. Oh yeah! Á FM 95 Blö, á FM 957 Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is, Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallbakka. God damn!